Velkomin aftur í föstudagstáttinn hér á N4. Við erum komið góðan gest. Það stendur mikið til á sunnudaginn í Laufási og það þjóðháttafélagið Handraðinn hér í Eyjafirði sem gengst fyrir þessum degi. Er ekki svo? Jú, við erum með svona starfsdaga 3 og 4 sinnum á ári í Laufási þar sem við reynum að gæða gamla bæinn smá lífi og vera við þess gömul störf. Í bænum. Og hvað hafið þið gert þetta oft bara á þessu ári? Sko þessu ári, þetta verður fyrsti starfsdagurinn núna í ár og venjulega þá erum við með þessa 3 daga yfir sumartíman þar sem það eru þá kannski vorverkin, heyskapur og síðan haustverk og síðan eru náttúrulega alltaf á jólunum. En þetta fyrsta skipti núna í ár sem við erum með starfsdag. Og hvað ætlið þið að gera? Við erum að vona að það verði heyskapur en veðurspáin lítur ekkert alltaf vel út. Það á að vera rigning og þá er maður náttúrulega ekki mikið að fara standi í heyskap. Og hvað gerðu bændur þá til forna? Hvað gera bændur þá? Þá eru það eiginlega bara inniverkin. Við ætlum að vera inn í bænum og ég veit að það á að gera ysting í gamla búrinu. Fyrir þá sem ekki vita hvað það er? Ystingur, það er hvernig á ég að útskýra? Þetta er, við skulum segja þetta er nokkuð skonar ostur sem er í fjallagrasasúpu. Þetta er svona, þetta er eitthvað sem þú verður að sjá og smakka. Það er voðalega erfitt að útskýra nákvæmlega ysting en ég mæli með að fólk komi og sjái. Já. Og þetta verður kennt hvernig þú gerir ysting? Já, fólk getur fylgst með. Ég er sjálf ekki búin að læra að gera ysting. Ég veit ekki alveg hvort það sé á dagskránni hjá mér. Ég veit ekki hvort ég myndi hafa þetta oft á borðum heima. En það er skemmtilegt að sjá þessi gamli matur sem var alltaf á borðum hérna áður fyrr. Segðu mér fleiri rétti. Hvað vorum við að borða hérna í? Sko við Handraðinn, árshátíðin okkar er alltaf fyrsta dag í einmánuði sem er yngismannadagurinn og þá höfum við á borðum þennan gamla mat sem að er ekkert hafður á borðum lengur. Eins og hvað? Það er söltuð svið sem eru einstaklega góð. Og það eru blóðpönnukökur og... Bíddu. Blóðpönnukökur? Já, blóðpönnukökur, já. Þú verður að segja mér hvað það hljóma nú ekki. Þær eru mjög góðar. Þetta er rauninni bara eins og þú sér, bara venjulega pönnukökur nema þær eru mjög dökkar og litin því að það er notablóð í þær. Já, kindablóð, eða hvað? Já. Það var allt nýtt hérna. Já, það þurfti að fá járn með einhverjum hætti. Já, akkurat. Já, blóðpönnukökur, ystingur, við erum á réttri leið, áfram. Þetta er allt, þetta hljómar svona, ég man fyrsta þarna yngismannadaginn minn þá leist mér nú ekki alveg á blikuna því að ég er almennt svona pínu matur, en þetta er allt sem er mjög gott, ystingur og það var síinn fiskur og svona ýmsúrmatur sem er náttúrulega hafður á þorranum. Já. En það er svona inn á milli þetta sem maður hefur aldrei. Þannig að þú getur fengið einhvern fróðskap fróðleikum þetta á sunnudaginn. Já, heldur betur. Já. Og hvað fleira? Við verðum náttúrulega í eldhúsinu að hella upp á ketilkaffi og við brennum baunirnar sjálf í potti og mölum kaffið og við verðum að steikja lummur. Og svo það ætti nú flestir kannski að þekkja. Já, lummur, það þekja öllum lummur. Eða langa til að læra það. Já. Þannig og síðan verðum við náttúrulega bara hér og þar í bænum við svona hinni ýmsu störfum, verðum með handavinnu og svona, þannig að það ætti að vera eitthvað í öllum herbergjum, ætti að sjá eitthvað líf. Förum aðeins fyrir þá sem ekki vita hvar Laufás er. Það er alveg til fólk sem hefur ekki hugmynd það. Segðu mér aðeins hvað. Já, ef þið ætla að keyra Víkurskarðið, ekki fara þá upp Víkurskarðið, heldur bara beint áfram, sem sé bara beint norður. Og... Í átt að Grenivík? Já, í átt að Grenivík. Já. Og þetta er vel merkt, þetta er náttúrulega það sem að Laufáskirkja stendur og gamli bærinn, hann er þannig alveg við veginn, þannig að þetta ætti ekki að fara fram hjá neinu. Þekkirðu hvenær hann var tekinn í gegn? Það var fyrir nokkrum árum sem hann var tekinn í gegn. Það hafi ekki verið, ég man ekki nákvæmlega hvenær hann var tekinn, það var skipt, náttúrulega þarf að skipta torfið og hleðslurnar á nokkra ára fresti. Já. Þannig hann var tekinn hressilega í gegn. Ég veit ekki hvort það sé, það eru 10 ár, kannski minna. En hvers virði er það að halda þessu öllu til haga? Hvernig
Af hverju eigum við að kenna handverki gamla? Það er náttúrulega svo sorglegt þegar þetta glatast því að síðan í framtíðinni næstu kynslóðir hafa síðan kannski áhuga á að vita hvernig var þetta gert og fólk getur grafið fram kannski eins og gamla handavinnu sem langamma gerði og það er svo sorglegt þegar það er glatað. Hvernig átti að búa þennan tiltekna hlut til eins og með hleðslur á torfbæjum og svona. Það er nauðsynlegt að viðhalda þessari þekkingu bara fyrir komandi kynslóðir og bara svo skemmtilegt líka að kunna þetta. Þetta er menningararfurinn okkar? Já, þetta er menningararfurinn okkar. Er þetta kannski tilgangur félagsins ykkar? Já, algjörlega. Það er tilgangur Handráðans að viðhalda þessari þekkingu, hvort sem það er sagnahefð eða handverkshefð og einmitt matarhefðin líka. Já. Þannig að við höldum námskeið reglulega, bæði félagsmenn sem að kenna áfram það sem að þeir kunna og svo sé að koma þekkingunni áfram og eins höfum við verið í samstarfi við Heimilisiðnaðarfélagið að Heimilisiðnaðarfélagið hefur sent kennara hingað norður að kenna þjóðbúningasaum. Já. Þannig að við reynum að bjóða upp á fjölbreytt námskeið bæði bara við sem hópurinn með það sem að við kunnum og eins að koma því í kring að fá kennara hingað norður til að kenna. Og er þetta vel sótt? Mjög vel sótt, já. Já, og ekkert endilega fólk sem komið yfir miðjan aldur sem að... Nei, við erum með mjög breytt aldurspil til dæmis á þjóðbúninganámskeiðinu. Er þið í tengslum við grunnskólan eða framhaldsskólan á svæðinu? Já, við núna í vetur þá buðum við MA upp á að senda nemendur til sín. Senda nemendur frá sér til okkar á þjóðbúninganámskeið. Já. Því að flest þessi námskeið hjá Heimilisiðnaðarfélaginu eru metin til eininga. Þannig að ég veit að þetta er núna í boði næsta vetur fyrir framhaldsskólastúlkur eða framhaldsskóladrengi sem vilja að sauma á sig þjóðbúning. Já, spennandi og kannski bara alveg gífurlega nauðsynlegt á þessum tíma að fólk læri svolítið meir arfinn. Já, algjörlega. En sem þetta verður á sunnudaginn, í Laufási og hefst klukkan 2 eða hvað? Já, það hefst í kirkjunni fyrst smá dagskrá og síðan verður þarna allan daginn þar sem að fólk getur bara lallað þarna og séð hvað er að gerast í hinum og þessum hortum í gamla bænum. Og talandi veðri, það er ekki til sem heitir vont veður, það heitir bara illa búið fólk. Nei, það er bara nákvæmlega þannig. Ef það verður grenjandi rigning þá kemur fólk bara á gúmmískónum. Ég verð þarna á sauðskinsskóm, þannig að verð vel klædd með ullarsali og svona. Já, þetta er spennandi. Og bara takk fyrir að koma og gangi ykkur mjög vel með þetta. Takk. Og við höldum áfram hér í föstudagstættinum eftir stuttastund.